Já, veriði hjartanlega velkomin til Guðsþjónustu í Lindakirkju í kvöld. Og ég það náttúrulega rétt að byrja með hefðbundnum hætti og bjóða góða kvöldið. Góða kvöldið og velkomin verði. Og eins og þið tókuð eftir, þá erum við með hérna, þetta var konungleg byrjun. Heyra hana brasskvintett sem að spila fyrir okkur hér í upphafi og við verum meira sem betur fer í þeim hér á eftir. Og ég nú með þetta hérna á blaði, að þetta sem við fengum að heyra frá þeim, að það heitir Battle Suite, svo kann ég nú ekki alveg að byrja þetta fram. Þetta eftir hann, Battle Suite Gilliard Battaglia, eitthvað svolítið, með allt á hreinu. Og tánskáldi heitir í skemmtilega nafni Samuel Skate. Ja, Sko, ég verð nú að byrja því að biðjast afsökunar því að þetta svona eins og með allt á hreinu að það var breytt dagskrá, það var ekki það sem auglýst var, ekki Baldur og Konni, þeir eru ekki og Guðni Már ekki heldur, því að Guðni Már hann situr á þeirri skemmtilegu samkomu sem að kallast kirkjuþing og fer þar með alla helstu stjórn þjóðkirkjunnar og það var eitthvað sem þurfti mikið að ræða því að það var funda fram á kvöld. Og þá hringdi hann í Óla, spurði hvort hann geti ekki komið klukkan 6 hringdi hann og sjálfsögðu þá náttúrulega þannig að það verður hægt að taka ákvarðanir í þjóðkirkjunni þá sitjið þið uppi með mig hér í kvöld sem sagt. Og það er nú oft verið fjölmennar en við vitum líka kannski út af hverju það því að eins og við vitum þá er sóknin hér, hún náttúrulega er stór fjölmenn og hákámenn þeir sitja og gráta yfir falli síns félags í gær, en Blikar, þeir eru að keppa núna úrslitaleikin og vitið þið bara hvað? Staðan er 2-0 fyrir Blikum. Já. Og þess vegna er ég í grænu hér í dag. Það er rétt í litunum. En nú skulum við fara að hefja þessa góðu stund. Og við skulum hefja hana með því að merkja okkur krossins táknu og segjum og gerum í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og biðjum, Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð Faðir, skapari minn, þú Drottinn, Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Heyr þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð yðri synda minna trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Og nú ætlum við að syngja sálminn góða dag í senn, eitt andartak í einu, einn alvinsælasta sálminn í sálmabókinni. Þegar
Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Dýrð sé Guði í upphæðum. Gjörið þið svo vel. Og þá komið að fyrri ritningarlestur þessa Drottinsdags. Og maður stundum heyrt þegar við erum að lesa textana sem okkur valdir til umhugsunar. Þetta ekki eitthvað svona sem að presturinn á bara einhverju uppáhaldi, heldur bara á hver dagur sína texta. Og úr Gamla testamentinu lesum við oft þessa texta spámannana og margir hafa ruglað þessu saman spámenn Gamla testamentisins að þetta voru ekki svona kallar sem að voru svona velta fyrir sér hvort eitthvað myndi gifta sig eða hvað myndi gerast í framtíðinni. Nei, heldur voru þeirra hlutverk fyrst og fremst að vera sendimenn Guðs og bera fólkinu boðskap hans og svo líka að þá eins og við heyrum í textanum í dag að þá voru líka í bæn sinn til Guðs að hann tala það Nehemía hvað fólkið var allt ómögulegt og syndugt og fór ekki eftir því sem Guð kendi en Guð, hann sleppur aldrei af hendi, gefst aldrei upp á sínu fólki og textin hljóðar svo en feður vorir, þeir fylltust hroka þeir urðu harðsvíraðir og hlýddu ekki boðum þínum. Þeir vildu ekki hlýða og minntust ekki máttarverka þinna sem þú vannst fyrir þá. Þeir þverskölluðust og einsettu sér að halda aftur í þrælkunina í Egyptalandi. En þú ert Guð sem fyrirgefur, náðugur og miskunnsamur, seinn til reiði og gæskuríkur og þú yfirgafst þá ekki. Þeir gerðu sér meira að segja steyptan kálf og sögðu þetta Guð þinn sem leiddi þig út úr Egyptalandi og guðlaustuðu ákaflega. En þrátt fyrir þetta yfirgafstu þá ekki í eyðimörkinni vegna þínar miklu miskunnsemi. Skýstólpinn vék ekki frá þeim heldur leiddi þá daga og eldstólpinn nætur til að lýsa þeim veginn sem þeir áttu að ganga. Þú gafst þeim þann góða anda til að auka þeim skilning og þannig hljóðar hið heilaga orð Guði sé þakkargjörð. Og í bréfunum í Nýja testamentinu að þá fáum við þennan boðskap sem við kristnu fengu það hvernig þeir áttu að haga lífi sínu sem kristna manneskjur og þrátt fyrir ár og aldir að það á þessi boðskapur svo vel við því að þar segir af þessu munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friðað hjörtu okkar frammi fyrir honum. Hvað sem hjarta okkar kann að dæma okkur fyrir, því að Guð er meiri en hjarta okkar og þekkir allt. Þið elskuðuð, ef hjartað dæmir okkur ekki, þá höfum við djörfung til Guðs. Og hvað sem við biðjum fáum við hjá honum af því að við höldum boðorðans og gerum það sem honum er þóknanlegt. Og þetta hans boðorð, að við skulum trúa á nafn sonar hans Jesú Krists og elska hvert annað, samkvæmt því sem hann hefur gefið okkur boðorðum.
Sá sem heldur boðorð Guðs stöðugur í Guði og Guð í honum. Hann stöðugur í okkur, þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið okkur. Og þannig hljóðar hið heilaga orð, dýr sé þér Drottinn. Og nú skulum við rísa úr sætum og hlýða á heilagt Guðspjall, en textar þessa dags fjalla allir fyrirgefninguna og hvernig við eigum að lífa í kærleik og sátt við annað fólk, en þar segir frelsarinn: Ég segi yður, ef réttlæti yðar ber ekki af réttlæti fræðimanna og farisea, komist þér aldrei í himnaríki. Þér hafið heyrt að sagt var við forfeðurna: Þú skalt ekki morð fremja. Sá sem morð fremur skal svara til saka fyrir dómi, en ég segi yður, hver sem reiðist bróður sínum skal svara til saka fyrir dómi.
Sá sem hrakyrðir bróður sinn skal svara til saka fyrir ráðinu og hver sem svívirðir hann hefur unnið til eldis vítis. Sértu því að færa fórn þín á altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættast við bróður þinn, koma síðan og færa fórn þína. Vertu skjótur til sátta við andstæðing þinn meðan þú ert enn á vegi með honum, til þess að hann selji þig ekki dómaranum í hendur og dómarinn þjóninum og þér verði varpað í fangelsi. Sannlega segi ég þér, eigi munt þú komast út þaðan fyrr en þú hefur borgað síðasta eyri. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Og við skulum nú játa saman hina heilögu trú. Ég trúi á Guð föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Og þá ætlum við að gjöra þið svo vel syngja lag sem að ég passar vel við boðskap dagsins. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Fyrir nokkrum árum þá var gerð tilraun út í Ameríku. Og tilraunin, hún var þannig að þetta var dagblaðið Washington Post stóð fyrir þessu og það var maður fenginn til þess að spila á fiðlu á göngum neðanjarðar lestarstöðvar og svo var svona menn eitthvað staðar í hvarfi sem að fylgdust með og skráði viðbrögð fólksins sem að gekk á og svona í svona fljótu bræði í stuttumáli sagt að þá var þannig að yfirleitt var þannig og
því sem hafið farið í þessa neðanjara lestöður vitið að það svona oft menn eitthvað að spila og svo bara allir alltaf einhvern veginn á þönum fram og tilbaka og það var ekkert öðruvísi í þessu. Nokkrir stöldruð við í andartak til að hlusta og það var einhverlega börnin sem voru nú svona frekar hrifin af þessu uppátæki og römbuðu svona frá foreldrum sínum til þess að hlusta og njóta á tónana. Og svo náttúrulega máttu þeir ekkert vera að þessu þannig að þeir tósuðu börnin að drífa sig á stað, halda áfram í lífinu. Og svo voru svona einhverjir sem að læddust í vasa og tóku smápeninga og hendi í töskuna fyrir framann og svona. Og eftir 45 mínútur af samfelldum leik að þá ætti maðurinn að spila og tilrauninni þar með lokið. Og það var ekki þannig að það var enginn sem að klappaði sérstaklega. Það var enginn sem að lét sér það skipta nokkru máli þó að maðurinn væri þarna hættur að spila. Og svo taldi hann peningana sem hann hafði fengið, $32. Og þarna sem sagt lauk tilrauninni. Og hún sýndi, og það var nú kannski markmið með þessu líka, og það sem hann vakið athygli á þessu, að hún sýndi það af hverju fólk missir þegar það gefur lífinu ekki gaum. Því að maðurinn sem var að spila þarna, hann heitir Joshua Bell, sem einn alfrægasti fiðluleikari í heimi. Og þessi verk sem hann var að spila, þetta voru 6 verk eftir Bach, sem voru mjög tæknilega erfið og bara mjög erfitt að spila og fiðlugarmurinn sem hann var að spila á kostaði 3,5 milljón bandaríkjadala. Það var ekki lítið. Enginn spáði í einu og hugsaðu ykkur það að 2 kvöldum áður að þá hafði Joshua Bell, hann hafði fyllt tónleikasal í Boston þar sem að engin miði var ódýrari heldur en $100. En bara út af því að þarna var hann að spila í neðanjarðarlestastöðin, ekki í tónleikasal, bara út af því að hann var að spila þarna frítt að þá virtist þetta ekki neinu máli skipta. Og við kannski þekkjum okkur í þessum aðstæðum að maður að eldast eftir einhverju glís og glingris og notar stóran tíma sín í það. Á meðan maður sinnir ekki því sem að svo mestu máli skiptir út af því að maður heldur kannski að maður hafi það alltaf hjá sér og lítur það sér á sjálfsögðum augum. En þá maður á eilífum þeytingjum alla bæ og borg til þess að gera eitthvað sem kannski lítt merkilegt þegar öll á botni hvolft. Og ég stundum hugsa þetta eins og í samhengi þess þegar við erum að velta fyrir okkur því sem að trúin kennir. Mörgum nefnilega finnst það að þegar við erum að ræða trúna að þá líkt og með spilið að þetta bara heima á réttum stöðum. Spilið, tónleikarnir, ef maður ætlar að meta það eitthvað, þá verður það að fara fram í tónleikasal og ef maður ætlar að ræða Guð, þá verður það að fara fram í kirkju og svo bara skiptir þetta engu máli fyrir næsta sunnudag. En þannig það nú ekki hugsað, heldur á sunnudagsmessan að hún á að vera hvatning okkur fyrir vikuna til þess að íhuga orðin, velta því fyrir okkur hvað þýða, já og sýna þau í verki. Og ég segja ykkur ég sagði ykkur það upp að presturinn hann velur ekkert svona hvaða texta hann velur hverju sinni í messunum. Þetta allt saman fyrirfram ákveðið það hver dagur og ég get ímyndað þegar ég heyrði þennan texta á hann að það hefði sem engin prestur valið þennan texta með eldisvist og fangelsi og bara öll þessi ljótu orð sem maður hugsa stundum bara, kunni Jesús að segja svona ljótt? Þú veist að hann átti bara að tala um kærleikann og hann átti bara að tala um góða hirðinn og eitthvað svona, en svo það líka þetta að hann leggur oft líka mikla áherslu og þunga á orð sín og þessi mikilvægi þess að við eigum að reyna að lifa í kærleik og sátt við allt fólk. Hann notar bróður sinni, það nú ekkert endilega bara að það þurfa einhver genatengsl til þess að segjum sátt við fólki okkar. Nei, að við eigum að leggja okkur fram það, að lifa í kærleik og sátt, að fyrirgefa þegar að á okkur brotið og það nú eitt verkefni lífsins, að fyrirgefa. Það vitum við að það getur verið óbóðslega erfitt, stundum bara útilokað. Oft getur það tekið óbóðslega langan tíma, en stundum það bara þannig að ég ætla ekki að vera fyrir til lifa, sé betra að lifa í heiftun og biturleikunum, hann skal sko byrja. Þú veist, það verður stundum svona, og það ein saga sem að þegar Leonardo da Vinci
gerði málverk í síðustu kvöldmáltíðina, það þekkt málverk, að þá hafi hann átt í útistöðum við einn listmálara og þessi listmálari hann það var eiginlega bara svona þoldi hann ekki, þannig að hann ákvað til að þannig að þessa manns yrði minnst alla framtíð og alla eilífð þess vegna að nota andlit þessa óvina síns sem andlitið á Júdasi á málverkinu. Þetta fannst honum vera frábær hugmynd og Leonardo da Vinci og svo gerði það og þetta lukkaðist bara ágætlega og Júdas þarna bara ófrýnilegu eða myndi hann óvinn, ég veist ekkert hvernig hann leit út en það breytir það einhver og svo ætlaði hann að fara að mála Krist en náði aldrei að gera Kristsmyndina eins og hann vildi hafa hana. Þetta var alltaf einhver mistök og alltaf bara gekk mjög illa og erfiðlega og það vita þeir sem að starfa í listinni að maður þarf að vera vel fókuseraður, vera í góðu jafnvægi svo að listin, svo hún verði bara til. Það alveg sama hvað listform það þú bara sest ekkert niður og teiknar eitthvað kall og bara allt verður frábært. Þannig að hann fann það, Leonardo da Vinci, að þessi hefnd, eða þessi ljóta hugsun það að ætla að gera vin sína Júdasi þarna á málverkinu, að það truflaði hann. Þannig að hann ákvað fara að sættast við hann, gerði það, baðst fyrirgefningar og þeir náðu sáttum og svo settist hann við og fullkláraði þetta verk sem eins segi, sem margfrægt. Því sem ekki séð, googlið á eftir og hugsiði sérstaklega Júdas, hvað hann fín. Hann sem sagt gerði nýjan Júdas þegar hann var búinn að sættast við mannin. Þannig að málið þetta að það sem að Jesús leggur okkur á herðar og kennir að það svo mikil og þegar notar svona þung orð, þunga áherslu eins og við heyrum í Guðspjalli dagsins að þá eins gott að leggja við hlustir og við vitum það líka að ef við myndum leggja okkur öll fram það að lifa í kærleik og sátt við alla menn eins og sagt við allt fólk að þá verður heimurinn sannarlega betri. Og það ekki bara það að sitja hjá aðgerðalaus, heldur eiga frumkvæði að góðverkunum, að gera gott, að leggja lið. Biðja fyrir náunganum, biðja fyrir hvort öðru, biðja þess að heimurinn allur getur orðið betri. Og svo það sé nú einu sinni enn sagt að það að biðja, að það hefur svo mikil áhrif og sumir segja, maður á alltaf að biðja fyrir óvini sínum. Gott að nota það núna þegar kosningabaráttan fer af stað. Biðja fyrir velgengni annar flokka. Nei, maður á að biðja fyrir óvini sínum vegna þess að það að færa bænarefnin, áhyggjurnar, erfiðleikana, áskoranir í bæn, að það hefur sýnt sig og sannað og verið með sér rannsakað að það hefur áhrif á sálarlíf þess sem biður. Biðjið og yður mun gefast. Það svo mikilvægt. Og ég ætla bara að segja ykkur í lokin að það var maður sem var að biðja. Honum fannst þetta svo mikilvægt að leita í bænina og gera það nú oft og reglulega og einhvern tíma þegar hann var að leiðin niður í bæ, komast í brúðkaupni í dómkirkju, að þá var ekkert bílastæði. Þannig að hann bað, sagði góðu Guð, ég skal lofa því að mæta í kirkju hvern einasta sunnudag. Ég skal lifa í kærleik og sátt við alla menn. Ég skal hætta að drekka og hætta að stela undan skatti, bara ef ég finn bílastæði. Svo fann hann stæðið. Gleymdi þessu, ég búinn að finna stæðið hérna. Það gott að biðja. Guð heyrir bænir, Guð kennir og við skulum taka það til okkar og gera þannig heiminn að betri stað. Dýri sé Guði, Föður, Syni og Heilögum Anda, svo sem og verður aldir alda. Amen. Og nú heyrum við, gjörðu svo, komiði, ekki þessa fimmni, komiði, Brass Quintet og hann ætlar að spila fyrir okkur Quintet Adagio sem eftir, það ekki eftir Michael Kamen, já, sem þekktur útsetjari og stjórnandi og hefur meira skrifað fyrir margar popstjörnur
meðal annars Pink Floyd, Eric Clapton og skrifa fyrir frægar kvikmyndir eins og Hróa Hött og hann hefur unnið 3 Grammy-verðlaun, Golden Globes og Emmy, Óskarsverðlaun og þetta verk, það skrifaði hann fyrir Canadian Brass, eða ekki? Spurði mig. Gjörðu þið svo vel.
Og nú komið að bænastund. Kórinn syngur 2 lög á meðan að við felum bænarefnin góðum Guði. Og svo vil ég benda okkur á það að hér bænaaltari hérna við vegginn hér, aðeins búið að færa þannig að betra aðgengi að því og þar getum við kveikt á kerti og skrifa bænarefni og það eins líka hér fram í anddyri þar sem okkur gefst færa á að skrifa niður bænarefnin þannig að raðirnar verða nú ekki langar. Þannig að við skulum endilega gera það og svo beðið fyrir þeim bænarefnum á bænastundum hér á fimmtudögum. Þannig að nú skulum við sameina hugina í bæn. Fyrra lagið var óskalað fyrir hann Guðna sem ekki hér í kvöld en þetta í tilefni þess að Hallgrímur Pétursson það 350 ár í dag síðan hann lést sem að samdi Passíusálmanna og öll frægu verkin sem að þið heyrt í útförum meðal annars allt eins og blómstra eina og nú ætlum við að syngja saman Nú vil ég enn í nafni þínu þið með syngja með. Já, almáttugir Guð,
Við þökkum þér að ekkert of smátt fyrir þínu heilaga augliti. Við biðjum fyrir þeim sem að sakna og syrgja, þeim sem líða og þjást, sem búa við veikindi og sjúkdóma. Gefa þér finni að þú ert með í hverju skrefi á æfigöngunni. Við biðjum þess, Drottinn minn, að þú veitir okkur leiðsögn hver dag, hverja stund, að við fylgjum þínu orði og gerum þannig heiminn okkar að betri stað. En allar bænir okkar sameinum við í þeirri bæn sem Drottinn kenndi og við biðjum hvert með öðru. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem mér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og nú bið ég ykkur sem að eigið auðvelt með að rísa úr sætum og meðtaka hina drottinlegu blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásýn lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og gjörið þið svo vel, við skulum bara fá okkur sæti. Og því að ég ætla að segja ykkur það að áður en þeir spila fyrir okkur lokalagið í Brass Quintets, þá vil ég segja ykkur því að næsta sunnudag að þá allra heilagra messa eins og jafnan fyrsta sunnudag í nóvember og þá verður látinna minnst og þá verður þannig að við getum kveikt hér á kertum fyrir látna ástvinni, hugsa til þeirra og það sem að þeir hvíla í Guðs faðmi á himni og iljað okkur á hlýjum minningum og ljúfri tónlist og einhverjum orðum frá prestinum því að þið sitjið aftur uppi með mig næsta sunnudag. Aflýsingapresturinn tekur hérna yfir. En nú ætlum við að gefa boltan hérna yfir á Brass Quintet og á Quintetin og það lokalagið sem heitir I Know Him So Well. Þetta þekkjum við öll. Þetta nefnilega á söngleiknum Chess. Þannig að gjörðu þið svo vel.
Frábærir, kærar þakkir strákar, kærar þakkir og ég ætla að segja ykkur það að næsta sunnudag, ég er ekki að fara að segja það saman sem það á hann sko, næsta sunnudag á allra heilarmessu að þá verður hér líka gestahljóðfæraleikarar því þá fáum við hörpuleik og básúnuleik. Þetta er bara eins og himnum. Talandi að tengjast á allra heilarmessu. Jæja, herðu, en við skulum fara í friði og þjóna drottni með gleði. Já, gerum það. Amen. Takk fyrir samveruna og njótum komandi viku. Amen.